Ég var lamin í klessu fyrir utan bakarið í Garðabæ þegar ég var í 9. bekk og síðan þá hef ég haft megnustu óbeit á ofbeldi. Ég hef hins vegar mikinn áhuga á kvikmyndum og ákvað að skyggnast á bak við tjöldin við tökur kvikmyndarinnar Borgríki 2 þegar tekin var upp slagsmálasena. Atriði var tekið á bílaverkstæði í Borgartúni og þegar ég mætti á staðinn leið mér eins og ég væri komin inn í annan heim. Ég var svolítið smeykur við að hitta leikstjóran, Ólaf de Flúr, vegna þess að ég gaf fyrirmyndinni bara 2 stjörnur í Fréttablaðinu á sínum tíma. Var jafnvel að búa myndi barsmíðar eins og áttu sér stað fyrir utan bakaríið, en Ólafur reyndist vera hinn vinalegasti gaur. Ég þurfti þó að passa að vera ekki fyrir. Það voru vaskir menn úr Mjölni sem sá bardagaatriði myndarinnar og ég ákvað að heimsækja herra Mjölni sjálfan, Jón Viðar Arnþórsson. Þegar þið takið eitthvað svona atriði, eru þið í alveg að berja hvern annan með það? Það fer alltaf eftir í með hverju maður er að leika á móti. Okay. Og ef þetta eru strákarinn á Mjölni þá kannski tökum við aðeins á því. Við erum ekkert að slasa hvern annan en samt sem að tökum við, látum hvern annan finna aðeins fyrir því til að halda aðeins raunverulegra. En ef við erum mót einhverju leikurum þá reynum við svona valla snerta á. Hringspark í hausinn eða andlitið? Já. Hvernig gerið þið það? Það er bara gert þannig að ég snert hann ekki en ég reyna að fara þessi nálægt honum og ég get. Ég sveifla löppin á fullum hraða og reyna að vera nátt andinn á honum ég get. En kameran er á þeim stað þannig að þú sérði hvort þið hitt hann eða ekki. Og svo þarf bara viðbröðin hjá mótleikarunum að vera alveg 100%. Er þetta alveg safe? Nei, það getur alltaf eitthvað gerst. Ok. Hefur eitthvað gerst? Nei, ekki alvarlegt, nei. Það er ekki Við hefum nú alveg meitt okkur aðeins en ekki hafa enginn brotast eða neitt svoleiðis. Ok. Ég var að spá kannski, ég hef aldrei skorað á neinn í slagsmálum áður. Og Nei. Ég er 33 ára gamall. Tíminn til. Þú veist, ef ekki núna þá mögulega aldrei. Þannig ég var að veltaði fyrir mig kannski hvort að þú væri til í að koma í slag. Já, við getum tekið smá því. Bardaginn fór fram í læstu búri og ég fekk að nota boxhanskana hans Gunnars Nelsson. Jón Viðar var eflaust ekki að reyna mikið á sig, annars væri ég líklega ekki lengur hér. En hann laumaði þó inn nokkrum höggum og spörkum og leyfði mér að gera slíkt hið sama. Að lokum gat ég ekki meira. Ég var orðinn alveg uppgefinn og Jón Viðar sýndi mér miskunn. Líklega verður ferill minn sem bardagamaður ekki lengri, en ég get huggað mig við það að ég er örugglega góður í einhverju öðru.